Góðan daginn, ég ætla að kynna fyrir ykkur matvælafræði. Ég heiti Bertel og á öðru ári í matvælafræði. Haustið 2022 þá byrja ný kennsluskrá. Þá matvæla- og næringafræði að fara að blandast og fyrstu 2 árin verða kennd saman og að 3. ári þá breytist, þá farið að velja hvort þú ætlar í matvælafræði eða næringafræði. Þannig að þú skráir samt í matvæla- eða næringafræði og velur svo á 3. ári hvort þú hefur meiri áhuga, hvort áhugin hefur breyst eða eitthvað svoleiðis. Já, sæl, ég heiti Styrmir og á öðru ári í næringafræði og ætla aðeins að sýna ykkur hvernig kennsluskráin eins og nefnt var áðan þá eru fyrstu 2 árin sameiginleg og kostur þessa að á þennan hátt fá maður bæði mjög góðan grunn í raungreinum eins og til dæmis efnafræði, lífræna efnafræði, samfélagslegum vísindum og frumlíffræði. En einnig þá lærir maður mikið bæði næringafræðikúrsa og matvælafræðikúrsa eins og til dæmis næringafræði mannsins, þar sem að læra vítamín, steinefni, snefilefni, matvælaörverufræði eða skynmat. Og á þennan hátt þá fær maður mjög góðan grunn bæði í þessum raungreinum en einnig tilbúin í að sérhæfa sig í bæði næringafræði og matvælafræði. Hvað matvælafræði? Matvæli eru vísindi sem tengja matvælavinnslu eins og landbúnað og sjávarútveg við næringafræði, verkfræði, gæðaeftirlit, matvælatækni, nýsköpun matvæla til dæmis og framhald. Matvælafræði nýtir meðal annars efnafræði, eðlisfræði, lífeðlisfræði og alls konar fræði við framleiðslu matvæla, hvað gerist við eldun, hvernig á að pakka þessum matvælum, varðveislumat, hvernig geymist hann betur í kæli eða frysti og hvernig þetta nýta betur hráefni, sporna gegn fæðusóun. Næringafræði, það í raun vísindin sem að tengja hvað við borðum við hvað áhrif það hefur á heilsu okkar. Þannig raun hvað við erum að borða, hvernig það meltist og í raun fer fram í frumum okkar, hvað áhrif það hefur á heilsu okkar og líðan. En fremur þá næringafræði fer dýpra í hver næringarefnin eru, hver efnafræði þeirra hvernig næringaþörf breytist með aldri, líkamsþyngd og ólíkum ástandum og margt fleira. Við getum tengt inn sálfræði við næringafræðina, hvernig sálfræðin hefur áhrif á hversu mikið við borðum, hvað við borðum, af hverju við kaupum það sem við kaupum. Þannig raun þá næringafræði allt sem að tengja við bara næring og mat og heilsu. Og annað mikilvægt námið sem það raun inntökuskilyrði til þess að hefja nám í matvæla- og næringafræði raun stúdentspróf eða annað sambærilegt próf. Það ráðlegt að vera með próf á náttúrufræðibraut en það ekki skilyrði og það sem margar raungreinar þá býður háskólan upp á undirbúningsnámskeið sumarið í til dæmis efnafræði, stærðfræði, lífeðlisfræði sem að undirbúa mann mjög vel fyrir bæði nám í næringafræði og í matvælafræði. Til þess að fá löggildingu sem matvælafræðingur þá þarf maður bara að klára BS-gráðuna en fyrir næringafræðina þá þarf maður fyrst að klára BS-námið og svo meistaranám upp á það til þess að vera löggildur næringafræðingur. Upp á framhaldsnámið þá býður Háskóli Íslands bæði upp á framhaldsnámi í matvælafræði og í næringafræði og með þennan grunn þá getur maður farið bæði í næringafræði og sér til dæmis í klínískri næringafræði eða næringaráðgjöf, lýðheilsunæringafræði, næringarefnafræði. Þannig að það eru gífurlega margar leiðir sem maður hægt að fara innan næringafræðinar en einnig hægt að fara í önnur framhaldsnám. Þannig að möguleikarnir eru gífurlega miklir og bara upp til þín að ákveða. Og svo getum við farið yfir í
hvað næringarfræðingar, hvað eru að vinna og hvað eru að gera. Störf næringarfræðinga, þau eru gífurlega fjölbreytt. Við sjáum hérna að það er að vera í klínískri næringaráðgjöf á spítölunum, en einnig er að vera í einkarekstri, þar sem maður gefur einstaklingum góð ráð og hjálpa þeim að ná markmiðum sínum, hvort sem það sé að þyngjast, léttast eða auka afkastagetu í íþróttum. Einnig taka næringarfræðingar þátt í vöruþróun og svo erum við með rannsóknir og kennslu, það sem raun gefur mikið í boði. Störf matvæla og næringarfræði eru mismunandi og þau eru mörg. Mikið af þessu eru stjórnunar og stefnumótunarstörf, gæðaeftirlit, gæðastjórnun, svo líka markaðsmál, vöruþróun, þróun á nýjum vörum og svoleiðis. Svo er líka að vinna innan háskólans í rannsóknum eða rannsóknarstofum og þróun líka. Og svo er líka hægt að fara bara yfir í kennsluna, fara að kenna í skólum eða fræða öryggi matvæla, hvernig er þetta að minnka matasóun, auka framleiðslu og bara svona alls konar. Það er að nýta þær leiðir sem eru í boði uppi hi.is og tala bæði við mig og svo Styrmi líka sem er að kenna þetta með mér. Það er að spyrja okkur spurningar námið, skólan, bara hvernig félagslífið er og við erum bara endilega glaðir að svara því. Umsóknarfresturinn er 5. júní. Endilega kikið inn á hi.is, bæði á matvælafræðina og næringarfræðina, þar sem ég geti skoðað kennsluskrána enn betur, eins og Bertil nefndi, sendt spurningar á okkur eða fólk í matvæla- og næringarfræðadeildinni. Umsóknarfresturinn er 5. júní og svo bara vonandi sjáumst við næsta haust. Svo getum við bara klárað á því að minna ykkur á að heimurinn, hann er að breytast og matavenjur breytast hratt með því og stór hluti af næringarfræðinni og matvælafræðinni í framtíðinni er að endurhugsa hvernig við getum notað auðlindir jarðarinnar bara í matvælaframleiðslu og í hvernig við borðum til þess að hugsa betur umhverfið og heilsu okkar. Þannig ég raun bara takk fyrir okkur og svo heyrjumst við.